Hæ, ég heiti Sigga og ég er kynfræðingur. Við ætlum að fjalla núna breytingarskeið, eða við erum að fjalla breytingarskeið kvenna, en við ætlum að fjalla sérstaklega kynheilsu. Okay? Og þú kannski hugsa núna, kynheilsa, er þessi náttúr ekki farin frá mér? Ég er komin á X aldur og þarf maður ennþá að vera að pæla í þessu. Eða þá ertu að hugsa, já ég þarf alltaf að pæla í ákveðnu líffræði, ég menn það eru breytingar þarna, það eru breytingar á kynfærunum og maður þarf að fókusera á það. En mig langar að reyna að fara með þig aðeins á aðra slóðir. Af því að þetta er svolítið stórt skref í ferli og bara lífsferli hverja konu, það að ganga í gegnum breytingarskeiðið. Þetta er einhvern veginn, þú ert ekki bara að loka kafla, mér finnst þú vera að loka bókina og byrja nýja. Þannig að mér finnst eins og við bara mætum með óskrifað blað og það er svolítið svona, hver er ég núna, hvað vil ég núna, hvernig líður mér núna. Þetta er svolítið tími svona endurmats og þá er frábær tími til að leyfa sér að aflæra og læra nýja hluti. Þannig að núna ert þú kannski að skoða, hvað viðþörf hef ég til kynlífs? Hvað langar mig að vita meira kynlífið eða hvað hélt ég alltaf kynlíf sem ég veit að er ekki rétt í dag? Núna er svolítið tíminn til að sækja sér einmitt fróðleiks til að skoða sig sem kynveru. Hver hef ég verið upp að þessum tíma? Hvernig hefur mér liðið í kynlífi? Hvernig kynlíf hef ég stundað? Hvernig kynlíf hefur blundað í fantasíunum mínum? Á ég fantasíur? Hvernig fantasíur? Núna að því að við erum svolítið oft í naflaskoðun á þessu lífskeiði, það er bara þannig og það hellist svo ólíkt yfir okkur. Það getur verið þunglindi, það getur verið kvíði, það getur verið gleði og svo líka allt í sama hrærigraut, bara svo íslenska veðrið, allt á sama deginum. Þannig að mig langar að þú gefir þér þá gjöf að gefa þér pláss. Að við erum kynverur út lífið og það að vera kynvera er ekki bundið við starfsemi kynfærana. Það er það bara ekki. Það að vera kynvera er svo miklu stærra og meira. Það er bara snerting, væntumþykja, athygli, nánd. Og þá er svo góð spurning, hvort sem þú sett í sambandi eða ekki, hvernig rækta ég nánd í mínum hversdagsleika? Og hvernig rækta ég mína kynveru? Hvernig lítur mín kynvera út? Er mín kynvera einhver sem hefur gaman að því að vera í ákveðnum fötum eða elskar ákveðin efni, vill mjúk efni eða silki eða vill vera svolítið röff, vill ég vera í leðri og gallabuxum og allt til að skoða þetta. Hvernig tengist ég þannig ég finn svolítið kraftin minn, í hverju líður mér vel? Því það er líka grunnurinn að kynverunni er náttúrulega að þér líði vel í þessu hylki, í þessum kropp sem að tekur sífelldum breytingum. Þannig að nú erum við með svolítið breyttan líkama, breytta starfsemi og það er að mæta líkamann sín þar án þess að dæma of hart, án þess að fara í einhverja smánun eða neikvæðar hugsanir getu eða já að vera svona eða já að vera hinsegin. Það er ég er svona og hvað? Ég er stærra og ég er meira og hvernig vil ég vinna með þetta? Og það er heill heimur sem er tilbúin að taka á móti þér, ekki bara í fræðslu, heldur líka í bara græjum. Og það er svolítið hluti af því, sumir nefnilega hafa haft þá sýn á eins og kynlífstæki og sleipefni, svo ég tala nú ekki mér finnst svo fyndið með sleipefni, tökum það aðeins fyrir. Þegar fólk tala sleipefni þá er það oft eins og það sé bara eitthvað svona, já, breytingaskeið, samansemmerki sleipefni. Og það er það algjörlega þannig fyrir mjög marga. Píkurnar eiga það til að þorna aðeins upp. Það gerist bara. Það er ekki til að óttast eða hafa stórkostlegar áhyggjur af því að við eigum úrval af vörum sem bara hjálpa okkur í gegnum það skeið og það er svo engin skömm í sleipefni. Ég elska sleipefni svo mikið, mér finnst þetta vera svona, ef að vinkonin er að gangi í gegnum breytingaskeið, þá mætur með sleipefni heim til hennar. Þetta er bara svona mest cozy nice gjöf, það er bara ilmkerti, sleipefni, súkkulaði eða þú veist, hvítvín eða hvað það er sem þú vilt gefa með. Þetta er svona tímabil til að fagna og þú má alltaf fagna með sleipefni. Það er mitt motto. En að finna, bara leyfa sér líka að koma við píkuna, skoða hana og sjá hana meðan hún fer í gegnum þessar breytingar og þá er frábært að hafa sleipefni með. Oh my god, við komum inn á það að skoða píkuna sína. Hefurðu skoðað þína? Veistu hvort hún hafi breyst? Hefurðu einhvern tímann í alvörunni gefið þér tíma til að sjá á þér píkuna? Og nú ertu bara, hún er farin. Hvað er að frétta? Ég er ekki að fara að skoða á mér píkuna. Ég er hérna X gömul, er ekki í lagi.
En sjáðu, ef þetta mætir einhverju svona hindrun hjá þér, skoðaðu það þá, hver mótstaðan? Þetta þinn líkami, þú átt hann og hann að breytast. Hvað gerist ef þú kíkir á píkuna þína? Og nei, þú þarft ekki að vera búin að vera í jóga í 15 ár, það nóg bara að taka make-up speilin og horfa, skilurðu, eða þess vegna getur þetta ekki mynd á símaðinn og skoða, tæknin með þér í þessu, en að leyfa þetta, að gefa þér þetta pláss og þetta hljómar svo einfalt og ég að segja þetta oft í kynfræðslu, þetta hljómar svo einfalt en þetta samt svo erfitt og af hverju það? Þannig að mig langar svo á þessu tímabili að þú svona tappir inn í allan ofurkraft sem þú átt og það mikill ofurkraftur í píkunni, í öllu sem hún hefur gengið í gegnum, öllu sem hún hefur afrekað, allt þetta líf sem hún hefur átt og hún rauninni líka hefja nýtt líf núna með þér, nýtt æviskeið. Og þá tími til að tengjast henni, læra inn á hana. Hvernig góð píkuheilsa fyrir mér? Hvað þarf mín píka svo að henni líði vel, svo mér líði vel? Hvernig virkar mín píka? Leyfi ég mér að koma við hana? Leyfi ég mér að njóta hennar? Leyfi ég mér að hafa gaman af henni? Leyfi ég mér að tala hana? Veit ég hvernig nærfatnaður hentar minni píku? Þori ég að sofa bera neðan eða jafnvel allsber? Hvaða reglur höfum við sett á okkur hvernig við erum og hvernig við eigum að vera? Þetta tímabil, veit þið það, ég sé það bara fyrir mér eins og að mæta með bara hafnaboltakylfu og slá á allt. Neikvæðar hugsanir, staðalmyndir, mér finnst þetta svona eins og þú fáir vangi. Ég ekki að grínast og ekki á svona eitthvað dömubinda vangja auglýsingarhátt. Ég ekki að menna þannig. Eða á eitthvað svona orkudrykja hátt. Ég bara meina, mér finnst þess að þetta sé svo mikið svona, þú veist að stíga inn í svo mikla kraft, svo mikla orku og svo mikið svona frelsistímabil. Tímabil fyrir þig og vá hvað það dýrmætt. Þannig að griftu það, taktu það, njóttu þess og lefðu þér að vera þar. Lefðu þér að opna á alls konar umræðu við fólkið í kringum þig. Hvernig líður þínu fólki með þig á þessu tímabili? Hvernig líður þínu fólki með sig á þessu tímabili? Hvaða draumar og þrár eru búin að bíða? Af því að það að vera kynvera og það að rækta kynveruna sína að vera svolítið lifandi, finna fyrir sér, langa að vera til, langa að rækta sig og langa svolítið að svona bara finna bragðið af lífinu og allt í hennu kannski líka hefur núna þennan tíma, þennan fallega tíma sem hefur oft verið á svo skortnum skammti og þú ert að stíga inn í bara, heyrðu, ég hef allt í hennu kannski meiri tíma fyrir mig og hvernig lítur það út? Og hvernig snerti ég líkama minn? Hvernig fer ég í sturtu? Fer ég í sturtu og ég bara drífa mig, keyra þetta af stað. En hvað ef það kannski ekki verið að bíða eftir í sturtu? Hvernig strýkur þér? Hvernig setur þú sápuna á þig? Hvernig hugsar líkamann? Hvernig leifur þér að koma við hann? Hvernig upplifir hann? Þetta sjálfskoðun, eins og ég búin að margsegja og ég mun segja það svona 100 sinnum í viðbót að því að þetta getur verið svo krefjandi að taka pláss fyrir sig og leyfa sér. Og ég að beða þig að gefa þér þetta leyfi til að gleðjast kynverunni og kynnast henni og leyfa ykkur að læra saman hvernig þið eruð, hvernig þið viljið vera og hver næstu skref eru. Hvað ertu forvitin Hvað langaði að vita? Það bara, niður í bókasafni hjá þér, bara urmull af alls konar bókum kynlíf. Hvað ef þú bara tekur upp eina slíka bók, flettir í gegn og kannski sérðu bara eitthvað fyndið. Kannski sérðu eitthvað sem kveikir í þér. Kannski sérðu eitthvað sem svona, færði hægst til að hitna innan og þú færði kannski smá svona, svona fiðring. Hvernig það? Það hlut af því að vera lífi. Það hlut af því að segja, já, heyrðu, þó ég eldist og hári gráni og líka með breytist, þá ertu ekki tekin úr leik. Af því að þetta fyrst að byrja núna. Nú fyrst að byrja að leika sér og hafa svolítið gaman. Þegar píkan hætt að þjóna einhverju ákveðnu svona hlutverki, hún í rauninni bara frjáls til að hafa gaman. Mér finnst eins og þarna erum við að tala í kringum breytingaskeið og eftir breytingaskeið, þá hún mætt. Hún bara að stimpla sig inn. Hvað vil ég og hvernig vil ég það? Og heimurinn sem þarna úti ótrúlega spennandi og skemmtilegur og gjöfull ef þú leyfir það. Og ég skil að þetta stórt ferðalag, mikið ferðalag, þess vegna myndi ég gjarnan vilja að þú hefði bara bók í hönd
og færi bara í gegnum það. Og fyrsta æfing hjá okkur píkuæfingin. Og ég veit ekki hversu langan tíma það eftir að taka til að bara kíkja á píkuna hérna, en það okkar fyrsta æfing. Sjá píkunu sína. Hvernig lítur hún út? Jafnvel rita niður nokkrar hugrenningar sem koma upp. Hvað fannst mér hana? Af hverju fannst mér þetta erfitt? Eða fannst mér þetta æðislegt? Hvernig líður mér núna? Var hún öðruvísi en ég hélt? Eða var hún bara alveg eins? Eða hefur hún ekki breyst neitt? Eða hefur hún breyst fullt? Eða kannski, af hverju var ég ekki löngu búin að kíkja á píkuna mína? Hvað að frétta? Ég vil ekki að hugsa svo oft neikvætt píkuna. Það alltaf eitthvað vesen á henni og við þurfum eitthvað að laga hana eða hana vantar eitthvað eða það eitthvað svona píkan og túr og allt þetta. En við ætlum að fagna henni þarna og við ætlum að segja hvað vilt elskan? Hvað vantar þig? Smá smörningu? Ekki máli, kippum því í lagin. Hvað get ég gert til að láta að líða betur? Þetta óþægilega nærbuxur? Eigum að sleppa nærbuxum? Eigum að vera bara í víðum cozy buxum í dag? Við megum það, við getum það. Allt þetta. Og ég myndi vilja að þú hefðir þessa bók sem væri svolítið þér hann handar í þessu ferðalagi og inn í þetta ferði líka í hvernig kynlíf langar mig í? Hvernig langar mig að rækta mína kynheilsu? Leyfi ég mér að stunda sjálfsfróun? Og hvernig lítur það út? Leyfi ég mér að lesa til dæmis einhverjar svona klámskruddur eða erotískar bókmenntir? Leyfi ég mér að liggja í rauðuseríunu og finna mig kvikna innan? Eða tengi ég ekkert við rauðuseríunu og vil hugsa eitthvað allt annað? Hvað þitt? Þú hannar þitt líf. Þú hannar hvað virkar fyrir þína kynveru. Og tækifærin og verkfærin út allt. Allstaðar. Það bara að leyfa sér að taka þetta skref, leyfa sér að láta þetta fá pláss í heilanum á sér, leyfa sér að hugsa, leyfa sér að fara tilbaka, leyfa sér að hugsa fyrsta kossin, fyrsta sleikin, fyrstu ástina, leyfa sér að hugsa góðar stundir í kynlífi, leyfa sér að skoða sig. Það kjarninn í góðri kynheilsu. Þetta svo miklu meira en bara líkaminn, þótt að sé hann líka. Þannig ég vona að þú gefið þér pláss, gefið þér leyfi til að læra, hafa gaman og leika þér svolítið til hamingju með breytingaskeiðið.